Komiði sæl og blessuð og gleðilega jólahátíð. Ég ætla að bjóða ykkur öll hjartalega velkomin í áttunda þátt einingarinnar og að þessu sinni ætlar Hrafnkatla að miðla frá kaflaopnaranum vini okkar. Hann er afskaplega skemmtilegur og kemur með svona athyglisverð sjónarhorn og marga svona skemmtilega vinkla. Hann er einn af okkar leiðbeinendum og við höfum óskaplega gaman af okkar leiðbeinendum og höfum gaman af að kynna þá fyrir ykkur af því að við vitum að þetta er allt saman ykkar leiðbeinendur líka. Við höfum ekki bara þá trú heldur þá sannfæringu að við séum öll ein og sama sálin og það er ekki þannig með leiðbeinendur að þeir séu einhverjir eða séu ekki allra eins og sagt er sko. Þeir eru þetta allra. Við getum talað við hvaða leiðbeinenda sem er og fengið aðstoð og stuðning og leiðbeiningar og allt þetta. Ég hef allavega óskaplega gaman af kaflaopnaranum og ég veit að Hrafnkatla hefur það líka og þegar að kaflaopnarinn er tilbúinn að þá bjóðum við honum bara orðið. Það tekur svona pínu stund að komast eftir að okkar mati löng leið hingað til jarðar frá þeim stað sem að kaflaopnarinn dvelur þó það sé reyndar rétt sem að Kakala vinkona okkar sagði að það er eitthvað fjarlægðir til og auðvitað er eitthvað fjarlægðir til. En kaflaopnarinn hefur nú gaman af svona galsaskap og ferðast og svona og þannig að það kæmi mér ekkert á óvart að hann byggi bara til ferðalag svona til að njóta og koma svo á áfangastað loksins. Jæja. Vertu mættur, elsku kaflaopnari, velkomin. Virkilega gaman að fá þig. Og kannski að þú segir okkur nú svona svolítið frá þér og svona því sem að þú gerir. Ég er sá sem kem inn og hreyfi við fólki. Já. Já. Ég er sá sem kem inn með skrítin orð. Ég er svona svolítið sár í tali og læt fólk hlæja og er með mikinn galsa og allt er þetta gert til að hreyfa við fólki, til að opna kafla. Já. Já, sjáðu til. Það er ekkert nýtt að ske. Skulum segja það. Já. Og ég fer inn á þetta því að þið hafið alla þessa visku inn í ykkur. Þið hafið alla viskuna. Mitt hlutverk er að koma inn, stundum oftast eins og hálfgerður stormsveipur og með flippuð orð og hreyfi við ykkur og ég er að hjálpa ykkur að opna kafla. Og ég er svo sem ekkert sá eini sem er í þessu að opna kafla, en það eru margir og fleiri að opna kaflana. Og þegar einn kafli opnast og þið hafið kannski tekið eftir því að það opnast fleiri og fleiri. Ég er búin að vera lengi að æfa mig í þessu. Þetta er ákveðin svona, já, við getum sagt að þetta sé púsluspil eða ákveðin svona völundarhús, já, sem ég er að hjálpa ykkur með að þræða ykkur í gegnum. Sjáðu til, opna ykkar eigin visku
Ég er búin að vera lengi að æfa mig og búin að fá allavega þjálfun hér og þar. Já. Ég er búin að vera víða og þess vegna get ég hjálpað til við þessar kaflaopnanir. Já, svo þurfum ég að tala kóðana og þetta tengist allt. Það er alltaf verið að opna kóða. Já. Og það er þannig varðandi kóðana að það er nóg fyrir ykkur að vera meðvituð að það er verið að senda ykkur kóða. Þið þurfum ekkert að hugsa, bara ok, ég tek á móti kóðunum, þeir koma, þeir eru komnir til að vera, þannig virka þeir. Það er mjög mikilvægt að einmitt varðandi kóðana að vera ekki að nota mikið heilan rökhugsun. Bara leyfa þess að flæða. Já. Og við þurfum raunverulega ekkert að gera til að skilja að þeir opnast að sjálfu sér eða ekki. Já, það er ástæðan fyrir það. Þið hafa verið að flækja þetta svolítið fyrir ykkur og það er búið að vera að senda ykkur öllum hverjum einasta jarðarbúa, sem þetta sagt, svo kóða síðan þið fæddust. Því það á að vera þannig. Já. En þið hafið fengið kóðana, þið hafið orðið pínu vörfið á svona snert á þeim. Þá byrjið að nota heilin. Hvað er þetta? Hvað er nú að ske? Þetta hlýtur að vera þetta, þið vitið, þið þekkið öll þetta, þið farið í þetta. Já. Og þetta getur nú ekki verið. Þetta er já, leið og þið náið aðeins að taka svona, og ekki er það nú létt verk, ég segi það nú ekki, sko. Að taka aðeins rökhugsun til hliðar, að þá má segja að kóðinn streymir inn. Hann streymir inn í hjartastöðina, hann opnar inn á viskuna. Já. Ég kom inn til að segja ykkur það, að nú komið tími til að rifja upp það sem þið kunnið. Flest ykkar, ef ekki langflest, eru hérna að koma, verið hérna í jarðlífi, margfaldasta jarðlífin ykkar. Já. Svo er þið búin að vera hér og þar og hérna út og suður, þið vitið hvað ég meina. Já. Ekki bara jörðinni hinum ýmsu plánetum og heimum og víddum og já. Og nú er komið tími til upplifunar. Við getum sagt að þemað í kvöld og þema sem að ríkir yfir núna, ekkert bara í kvöld, í þessum þætti, þema sem er víða núna, það er upplifun. Þið eru að rifja upp. Og þið verður kannski ofboðslega hissa að átta ykkur á það býtu, kann ég þetta, kann ég, nei, segið þið, en jú, þið kunnið þetta allt. Það gefur augaleið ef þið eru að koma hérna, jafnvel til jarðarinnar, tökum dæmi einstakling sem er að koma hérna í margþúsundasta skipti lífin. Það gefur augaleið að það er ofboðslega mikið viska sem að hefur safnast. Já. Nú komið tími til að rifja upp. Og svo er ég dálítið ákveðin með þetta allt saman, en í að sama skapi vil ég koma inn og segja og minna ykkur á frjálsa viljann. Ef þið viljið ekki rifja upp, minn kæru, þá er það ykkar val. En ég er að benda ykkur á möguleikana sem eru í boði. Þið eru hérna í jörðinni með frjálsan vilja og einmitt getur við kannski farið í þann anga að frjálsi viljinn er það sem hefur kannski svona oft á tíðum komið í veg fyrir að þið náið kóðunum. Sko, já. Þið náið þeim alltaf, sjá þið til. Þetta er spurning tíma eða atburðarás. Við getum sagt þið náið þeim alltaf fyrir rest. Já. En stundum svona í svona tímalegum skilningi þá tekur það alveg óralangan tíma oft allt of langan. Miðað við það sem að þið plönuðuð, sjáið til. Já. Já. Sko, þetta er allt saman mjög
athyglisvert og þú talar frjálsa viljan, þar sem að, og það væri kannski gaman að fá svona þín viðbrögð við því, eða skemmtilegan kóða. Sko, þessi frjálsi vilji, ég upplifa það stundum eins og hann sé svona heftandi, af því að það eru svona ákveðin átök á milli aðra sjálfs og lægra sjálfs og okkur hættir oft til hérna á jörðinni að láta lægra sjálfið stjórna og eins og til dæmis með þessa kóða, þú hefur nú komið með nokkra til mín, sko, það var nefnilega gott sem þú sagðir að maður þyrfti ekkert að gera til að skilja kóðana því okkur kennt að við þurfum að hugsa svo mikið, við þurfum að fara í alls konar hugleiðslur og gera alls konar ritúöl til að skilja hitt og þetta. En ef ég skilði rétt, að þá ertu að segja að við þurfum ekkert að gera, við þurfum bara að vera, við þurfum bara að leyfa kóðunum að vaxa innra með okkur og dafna og þá allt í einu skiljum við það. Já, mikið rétt. Mikið rétt. Mikið ertu nú duglegur að skilja þetta allt. Já. Takk. Já, þetta Ég hafði nú góðan kennara og búin að vera lengi að æfa niður svo fleiri. Já. Já, sko það sem er, eins og ég sagði ná, sko því það er, sko frjálsi viljinn, sko það er það sem er svo flókið, því þá, sko þið eru að koma úr andlegum heimi, já, sjáðu til. Og fastum stöðum er þessi frjálsi vilji, hann finnst alveg á stöðum samt öðrum en jörðinni, já. Og þá er svo erfitt að vera, hérna, við getum sagt, sko, að þurfa að velja, ok, þetta verður dálítið flókið, þið þurfa að velja, sko, að þið finnir fyrir, hérna, þið finnir fyrir andlegu sviðunum og hérna, og kærleiksorkunni, já. Og svo togast eitthvað annað þarna á við, það getur talað um mennska hlutan, já, sem er svona, þú veist, hérna, svona dálítið neikvæði og það er ótti og ég er ekki nóg og þetta, þú veist, þetta er óbærslega flókið svona samspil, að finna út úr þessu, að finna svona sterkt fyrir ykkar heimkynnum, eins og maður getur sagt, sem er hérna andlega heimurinn, já, og svo samanskapið eru komin hérna og verðið lítið yfir allt sem að jarðarsviðið hefur að bjóða og allt þetta er bara eins og þið eru bara komin á svona bara ofboðslega, já, ég seti þetta bara í millingingu, svona ofboðslega stórt hlaðborð, já, og með ykkar dásamlega frjálsa vilja sem þið einmitt ákveða að koma hingað til að vera með, já, og svo bara vitið ekkert oft í hvað áttið þið að fara, já, það Akkúrat. Já, ósköp skiljanlegt, en það er þetta að hætta að reyna að vesenast, Já, þið eru svolítið í því, vesenast, já, svolítið svona vesenagangur og þjösnagangur, já, og hérna, og þetta tengið, það er rökhugsunin fyrir stað, já, þetta getur nú ekki verið að ég sé upplifa þetta, að ég er nú svo, að ég er nú ekki merkilegu pappír, þið veitir svona, svona þú veist, finnst maður ekki vera nóg, og þetta er hjá ykkur mörgum svona, já, og bara, það er, já, sem sagt galdurinn að vera, leyfa sér að vera, hætta að vesenast, já, snúa svolítið við, af því að þegar þið komið inn í jarðlífið og svona fyrstu árinu áfram, þá er ykkur svolítið kennt þetta að vera vesenast, já, og þess vegna er það sem við verðum að tala um í dag og svo gott að til dæmis að fara með börnin, svona þegar svona, það er að fara með þau og fara með þau einmitt í þetta eins og að fara með þau í svona námskeið það sem var til í dag sem að kenni þeim að vera, bara vera í núinu, þetta er nú hálfgerð tískubóla núna, en þar sem þið eru ekki alveg að átta ykkur á að þið fullorðna fólkið eða þú er í þessu, já, á fullu, að fara með þetta líka til barnanna, að það eru þau sem eru mótast, þarna, svo sterkt, fyrstu árin,
að þá náðu að kyrra hugan og vera ekki endalaust í rökhugsunni. Auðvitað þurfa þau að nota hana, sko, rökhugsuna, en ekki 24/7. Nei. Sko, eins og þú veist, þetta sem að það er ofboðslega áberandi í dag, það er þessi ofvirki hugur, sjáðu til, já, sem að er alveg á fullu gasi allan sólarhringinn, jafnvel, fólk er hætt að sofa. Og ef það nær að sofna þá sefur það illa því hugurinn er alveg bara út á suður. Já. Það er dálítið mikilvægt að við förum að kenna börnunum okkar að frá fyrstu tíð þetta vera. Já. Og það er einmitt stærsta ástandið að vera, og það er nefnilega sko, núvitund er mjög góð, en gaman að fá kannski þín viðbrögð við þessu sko, að það er alltaf svo mikið áreiti. Þú talar um námskeið, það eru ótal námskeið sem eiga að kenna okkur að vera svona, og hinsegin við sem erum andlega eigum kost á námskeiðum í að læra hitt og þetta sem er samið af alls konar gúrúum og svo framvegis. Sko, við gefum okkur svo sjaldan tíma og rými til að finna hver við erum, hvað finnst mér, og hefur þetta ekki líka svolítið slæm áhrif á svona, við getum sagt, samvitund okkar allra, þegar það eru alltaf svo miklar truflanir, að þá fær einstaklingurinn ekki raunverulega að blómstra eins og hann er heildinni til heilla, af því að við erum alltaf svona að steypa alla í sama mót og við erum svo oft með fyrirfram ákveðna skoðanir á eiginlega öllu. Jú, akkúrat rétt, sko. Já, við erum náttúrulega samansafn okkar allra, já, samvitundin. Og þetta, sko, já, við getum talað um þessi margfeldis áhrif, já, að við erum svona, eins og segi, við mótum börnin okkar, já, og við mótum þau eins og við vorum mótuð, svona að mestu leyti. Svo er nú sumir sem að, já, ná einhvern veginn aðeins að grípa þarna inn í, veist hvað ég meina, og gera aðeins öðruvísi, já, það er bara rosalega gott. En það er, sko, við þurfum einhvern veginn að snúa þessu við, sko, því að það er flókið fyrir okkur að koma hérna, já, í líkamann. Já. Þú ert nú ágætlega kunnugur því. Jú, og sko, svo finnum við allar þessar tilfinningar og andstæðu tilfinningar og við erum alveg út á suður, sko. Og sko, takmarkið okkar hér er einmitt að temja þetta, sjáðu þið til. Að ná, þetta er svona, þetta er verkefnið okkar, já, sem við komum eitthvað til að ná. Já. Og í rauninni þá vitum við alltaf undir niðri, sko, undir meðvitundin og aðra sjálfið. Veit alltaf hvað við viljum rauninni gera, þú veist, hvað við viljum. Það er tengt við lífsplanið okkar og þannig það er alltaf svona, aðra sjálfur er alltaf að banka í okkur aðeins svona og þá er það einmitt þegar fólk svona segir þessu dæmi, já, heyrðu, allt í einu er nú Sigga búin að skrá sig á jóganámskeið, sko, og þá kannski vinkonur og Sigga þá kannski Sigga bara ólíklegasta manneskjan til að skrá sig í jóganámskeið. Þetta kemur svona eins og bara heiðskír loftið, þú veist, þruma. Sigga er að fara í jóganámskeið, þá er einmitt þetta, að þá er aðra sjálfið er að banka og það er svo sem hjá Siggu var það ekkert að banka þarna í fyrst skipti, en þá allt í einu náði hún einhvern veginn að hlusta. Af því að aðra sjálfur er búið að banka kannski mörg ár. Sigga mín, farðu nú á námskeið í núvitund, og það er ekkert verið að segja endilega hvaða, en það er svona, skilurðu. Það er engin svona, en bara nú er komin tími, Sigga mín,
Og málið er það að Sigga næri svo akkurat þarna af því að hún tók aðeins rökkursinu til hliðar, Já. náði aðeins að vera, Já. kyrraði hugan og Sigga, þrátt fyrir að aðra sjálfur sé búið að banka kannski mörg ár. Já, akkurat, já. Og þá bara byttu og Sigga bara, já, heyrðu, og bara búin að skrá sig á námskeiði líka áður hún fattar það, sko. Já. Svona er þetta. Og þá koma hennar nánustu, ættingjar og vinir og fara svolítið svona að reyna að toga hana tilbaka. Sigga, ekki vissi ég að þú hefur áhuga á jóga, Sigga, þú veist. Og þá virkar þetta stundum sem svona potað Sigga fer þá að skamma sín aðeins, finnast hún svolítið kjánaleg að gera þetta. Einmitt. Þannig að, já. Þetta er einmitt svona ásvegarflöðust að lýsa, þar sem aðra sjálfur bankað upp og Sigga náði að heyra eða skynja, skipti ekki máli hvað það var. Og svo getur verið jafnvel að Sigga hætti við. Já, einmitt út af Okay. þessu, já. En það er allt í lagi, svo sem, þó það sé pirrandi að sjá það svona út frá heildarmyndinni. Já. Við erum að tala um þetta, en það er alltaf bankað áfram. En þá fer hún kannski bara eftir hálft ár. Þú veist, þetta er svona byrja ákveðin ferð af stað og svo fyrir Sigga þegar hún fer á jóganámskeiði, hvort sem það er akkurat núna eftir hálft ár, að þá kynnist hún fólki sem er svona, já, allavega hugsandi og margir svona sem er konur farnir að hugsa svona mikið inn á við, kunna kyrra hugan og þannig fer svona, já, þetta er svona margfeldis áhrif, eins og þú tala um áður með samvitundina. Já. Eftir sem fleiri ná að fara þetta inn á við og ná því takmarki að kyrra hugan, þá fleiri og fleiri. Já. Af því einmitt, við erum svo óði að upp eftir hvora öðru. Einmitt. Sem betur fer oft og oft er það ókostur. Já. Þarna er það kostur, já. Og þá, af því þetta, já, við getum ekki sagt að sko jarðarsviðið sem er friðsæll staður í dag. Ég myndi segja, hvað finnst þér? Myndið þú segja, já, að jarðarsviðið sé friðsæll staður? Nei, ég myndi ekki segja það. Nei. En ég myndi hins vegar, sko, ég myndi tala í þversögn. Ég er nefnilega ágætis nemandi, elsku kallir. Já. Sko, að raunverulega, eða það er gaman að fá þín viðbrögð á þessu, sko, raunverulega hefur sjaldan ríkt meiri friður á jörðinni en af því að samvitundin er komin á það háa tíðni, ef við getum sagt sem svo, að þá höfum við svo mikið óþol gagnvart öllum ófrið. Þú veist, það er minni fátækt á jörðinni heldur en hefur verið, það er minna stríð heldur en hefur oft verið í sögunni, en við erum bara orðin það hrein, má segja, að við höfum rosalegt óþol gagnvart þessu myrkri sem að orsakar stríðin. Jörðin er, en svo hins vegar er jörðin ekki friðsæll staður líka örugglega vegna þess að samvitundin er komin á þetta háa tíðni og við erum öll að sem sagt skilja og þá kemur svona ákveðin óróa orka. Hvað segir þetta? Alveg rétt, sko. Óróin, sko, jörðin það er órói í loftinu. Já. Af því það er það sem við upplifum innra með okkur sjálf til. Já. Við upplifum hérna óróa. Sko, jafnvel þá að sé friðsælt í kringum okkur. Einmitt, já. Og þetta er misfriðsælt eftir stöðum og svo starfslingum. Já. Að þá er þessu órói innra með okkur. Það er þetta sem ég vildi fara inn á. Já. Sko, þetta er mannkyni friðsælt. Nei, það er ekki, við getum ekki sagt að sé, hvað ef við förum að tala um ákveðin hlutfall, að það sé hátt hlutfall svona friðartilfinninga í samvitundinni okkar. Nei, ég held að það sé ekki hátt hlutfall. Nei. Það er þetta sem við vildum fara inn á og þess vegna erum við að tala um, það er svo mikilvægt að sýna börnunum og kenna þeim
Að finna friðinn, já. Og þau náttúrulega finna hann ekki. Meðan við erum alltaf svona miklu Einmitt. ófriði, já. En verðum við þá ekki að byrja sjálf á okkur vegna þess að heldur betur. ef við erum að segja Já. við börnin, þú veist, verið í núinu og gerið þetta Já, og ráða já, þeim já. heilt, sem sagt að besta kennslan felst í því að vera. Ef ég vil kenna börnum að vera friður, þá er ég að vera friður. Þetta snýst um að vera. Þetta, sko, að gera eitthvað annað, það minnir á dauðadrukkinn, alkóhólista standandi í pontu að predika bindindi, tóbaks- og vínbindindi með flöskunni í annarri hendi og sígarettunni hinni. Þetta er ekki trúverðugt. Einmitt. Þú veist, það er þetta, til Já. þess að við getum kennt, þá þurfum við fyrst að vera. Algjörlega rétt, já. Sko það er til dæmis eins og það sem að við sjáum fyrir okkur. Þetta hefur nú aðeins byrjað, en þetta byrjar alltaf og það er alltaf hættir. Sko, ég myndi vilja sjá inn í skólanum, leikskóla, þetta hefur verið einstakar leikskóla, að það sé fastur liður námskrá, þar sem er einu sinni dag, dæmi, þar sem að börnin fara inn á við, finna sig og finna friði, sama með hvað hætti það gert, það er alls konar aðferðir til. Og það er ekkert lát af því, sko, og það er alveg flæði af því, sko. Það er eiginlega alveg ótrúlegt hvað er mikið flæði af þessum aðferðum og búið að rifja upp alls konar gamlar aðferðir, þú veist, sem að voru notaðar hérna áður, þú veist, sem er að koma fram aftur núna. Það er alveg ótrúlegt hvað er mikið komið flæði fram og hvað þetta er lítið notað. Já, það er alveg ótrúlegt. Að það sé einu svona dag í skólanum, sama hvort það er leikskóli eða grunnskóli eða hvað öll skólastig, og þá sé farið inn á við. Já. Það er akkur, að það sé ekki svona mikil innræting eins og heldur að leyfa bara eins og þú ert að gera, sem sagt, þú ert ekki að segja okkur hvernig þetta er, þú ert að gefa okkur kóða, þú ert að gefa okkur svona upplýsandi orku, gefa okkur ljós til að við sjáum innra með okkur viskuna. Já. Svona er þetta. Akkúrat. En mér langar svona af því að þú ert svona sá sem að hefur lifað ansi margar jarðvistir og þú hefur upplifað að vera allt. Geturðu deilt með okkur svona í einföldu máli hvað var til þess að þú öðlaðist þennan sess sem að þú ert á með alla þessa visku og allt þetta sem að þú hefur, sem sagt, þannig að þú hefur raunverulega unnið frá því að vera, eins og við getum sagt á svona mennsku máli, vitleysingur og upp í það að verða vitringur. Þannig að þú þekkir svona ferlið. Er þetta ekki nokkuð rétt lýsing hjá mér? Svo ég tali svolítið hrátt eins og þú. Algjörlega. Sko, ég get sagt það að einfaldasta svarið er að ég hlustaði. Og ég leyfði mér að vera nemandi. Ég hlustaði af áfergju, ég gafst aldrei upp. Ég var alltaf á fyrirstigum, var ég ofboðslega mikið í það sem maður getur samt læra sjálfinu. Mörg líf út um allt og hér út og suður. Og þá var ég alltaf að mæta, getur sagt þessu neikvæðu hluta í sjálfu mér. Ég var alltaf að berjast við þetta. Það barðist í sjálfa mig, sko, eða sem er hérna inni. Og lengi og alveg bara, og svo allt í einu þá bara fekk ég algjörlega nóg af þessu. Ég það bara gerði svona, getur sagt, ofboðslega svona dramatísk atvik
án þess ég fari eitthvað út í það, Mhm. sem alveg knésetti mig sko með þetta. Ég Já. bara gat ekki barist lengur sjálf mig. Mhm. Já. Mhm. Og þá fór ég á stað og byrjaði að hlusta. Mhm. Og ég hlustaði svo sannlega á það sem var fyrir utan mig. Já. En það merkilegast og mikilvægasta þarna, þá Mm. fór ég að hlusta á það sem er hérna inni. Já. Já, þá gat ég sett rökkursuna aðeins til hliðar og farið að hlusta. Mhm. Og þá hélt ég ótrauður áfram og þá byrjaði ég einmitt að taka við kóðunum. Já. Já. Og ég gafst ekkert upp. Mhm. Nei. Og það er nefnilega eitt í þessu. Já. Og þetta er kóði. Já. 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 Það sem ég til dæmis vildi segja sem tengist í samhengi við þetta ferli, svo barst með lýsa, Mhm. það reyndist mér ofboðslega mikið dýrmætt. Mhm. Og þetta er lykill, Já. þetta er kóði, Já. að þegar ég upplifði ósigur, Já. já, þar sem ég upplifði ósigur, mér fannst ég sigraður, Mhm. að þá fór ég alltaf að upplifa það sem sigur, sjáðu til. Já. Já. Ég upplifði ósigur á einhverju, en þá var það rauninni, þetta er svona tvist. Mhm. Já. Og þetta veit ég að ég tengi mörg við núna í jarðlífinu. Mhm. Ósigurinn, sjáuð til, er sigur. Já. Já. Þegar ég gat farið að horfa á þetta svona, þá fór ég virkilega að blómstra. Já. 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 Eins og ég skilði það, Já. að þá náðirðu að leggja niður egóið. Já. Það er að segja, þú leyfðir því að vera til staðar, en þú lést það ekki lengur stjórna. Þér fannst ekki lengur sárt að aðrir vissu betur en þú, af því að ég veit ef ég skynja það í orkunniðinni, að leiðréttu mig ef það er rangt hjá mér, að þú hafi verið svona, það hafi verið svolítið ríkjandi í þínum jarðvistum þessi stóri karakter. Já. Sem að kenndir og fólk hlustaði á þig af athygli, þú varst skemmtilegur, þú varst orðheppinn og þú varst með svör við öllu og þú vildir svolítið halda þessum stað. Svo þegar þú heyrir að aðrir vissu betur en þú, þá fannst þér það óþægilegt. En svo þegar þú ákvaðst á ákveðnum tímapunkti að gerast nemandi, afhenda sem sagt öðrum að vissu leyti valdi yfir þér, hlusta og hætta að brasa við að gefa ákveðna ímynd af þér, að þá fórstu að ná þessu. Er þetta réttu skilningur hjá mér? Algjörlega rétt. Já. Já. Algjörlega rétt. Muni eftir svona kóða, ósigurinn er sigur, sjáuð til. Já. Ósigurinn er sigur. Og þið þurfið, eins og þið heyrið þetta núna, nú þurfið ekki að fara að hugsa, já, hvað þýðir þetta, hvernig má vera að, nú er ég að lýsa svona típiskur heili hugsar, hvernig má vera ósigur, að vera sigraður, sigur, en ekkert að spá í því. Já, leyfðu þessu bara að flæða. Ósigurinn er raunverulegur sigur, sjáuð til. Já. Þetta er mjög merkilegt og ég hef mjög góða reynslu af kóðunum þínum og mér langar til að hvetja ykkur sem að hlustið til að hugsa þetta bara. Vegna sem mér fannst svo áhugavert í einu af okkar samræðum að þá kom upp hvort að ég þyrfti ekki að trúa, þú veist, styrkja trúna og þá einmitt sagður nei. Þú veist, bara leyfa þessu að flæða og þetta var svo fallegt að þegar við leyfum viskunni að vaxa innra með okkur og tökum eftir viskunni í öllu, þá fyrst förum við að þroskast. Já, einmitt. Og þá vitum við. Þá vitum við. Sérðu, Já. þetta er svo flott. Já,
Þannig vitum við að því trúin allt annað. Já, Af því þegar við erum að trúa eitthvað þá svona smá efið þarna á kantinum, efinn. já, þetta Já. mjög merkilegt. Já, það vitum við. Það vitum við. Já. Það nefnilega, sko, þetta svo merkilegt, þú veist. Ég hef heyrt þetta áður og ég hef hugsað þetta, en núna einhvern veginn finnst mér ég skilja þetta, þú veist, að trúa á þetta og hitt, þú veist. Við erum alltaf að treysta á eitthvað utan við okkur. Sko, að við segjum alltaf þegar við lendum í erfiðleikum, Guð kemur og hjálpar mér. Þú veist, leiðbeinandi minn hjálpar mér og allt þetta. En er það ekki réttur skilningur hjá mér að sko það sem að þið gerið sem eru í ljósinu, þið gerið ekkert annað heldur en að eins og kennari þið gefið okkur svona kóða en þið komið ekki og bjargið okkur út úr hlutunum. Þú veist, við þurfum að gera það. Við þurfum að finna þetta innra með okkur. Og ekki bara komin tími til svona að við hættum að treysta á, já, ég bara læt flæða, það talað Guð í alheims geimi, Guð í sjálfum þér. Við erum búin að vera að leita að Guð í alheims geimi og skilgreina hann öldum saman. Ekki komið tími til að við finnum Guð innra með okkur? Já. Og finnum eininguna og hann bjargar okkur. Guð í mér bjargar mér. Já. Þetta allt saman þarna inni. Já. Þú ert ekki svitlaus og lítur út fyrir að vera. Nei. Nei. En já, þetta hérna. En mér, sko, þetta flæði sem kom frá mér var raunverulega kóðinn sem að óx bara svona hratt. Já, einmitt. Ósigurinn, þú veist. Já, einmitt. Þarna, sem sagt, viðurkenndi ég ósigur minn gagnvart utanaðkomandi Guði, utanaðkomandi öflum, þú veist, að það var þessi trú, en svo þessi fullvissa. Það ekki hægt að lýsa þessu með orðum, það nefnilega, það líka það sem við þurfum að vera duglegri við og þú hefur kennt mér ásamt fleiri eða ásamt mínu leiðbeinendateymi. Það að lesa það sem á bak við orðin, þú veist. Þú hefur, eins og þú veist sjálfur, oft komið með skrítin orð sem að ég hef svona klórað mér aðeins í hausnum yfir. En það að finna viskun í þeim. Við erum nefnilega alltaf að hlusta á hljóm orðana. Og af hverju segir hann þetta svona, af hverju segir hann þetta svona, af hverju segir hann þetta. Hvað meinar hann með þessu? Þá heilinn, það leyfa hjartanu meðtaka. Já, mikið rétt. Þannig að læra sjálfið þarf að viðurkenna ósigur, því ekki ætlað að stjórna, heilanum ekki ætlað að stjórna, það aðra sjálfið, það samvitundin, það að detta inn í þetta flæði. Já. Við getum líka notað önnur orð, af því það svo misjafnt sjáið til hvað við skiljum hverju sinni og náum að grípa. Við getum sagt að ósigurinn við getum notað annað orðið við þetta, það auðmýktin. Já. Auðmýktin sigurvegarinn. Já, alltaf.
er sigurverðin. Já. Þegar þið finnið ykkar miklu þörf til að komast inn í skærra ljós, meiri skýrleika, þá getur sagt við ykkur að leiðin þangað er auðmýktin. Já. Annað orð yfir ósigurinn. Já. Auðmýktin, sama sem sigur. Já. Þetta var kóði. Þetta var nú kóði. Já, þetta var Kemur kannski ekki óvart en já, þetta var kóði. Já. 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 Það er nefnilega það skemmtilega við þig. Þú kemur með stutta kóða. Já. Og ég heyri þá í fyrsta skiptið. Ég finn alltaf viskuna sem þú kemur með á bak við orðin og svo skapar þetta svo mikið ljós og svo mikla visku að ég er stöðugt að sjá nýja vinkla á 2 orðum sem ég hef heyrt frá þér, til dæmis. Þannig á þetta að vera, nákvæmlega, já. Já. Það sem að við sem erum að vesenast með þessa kóða, Já. Og ég segi vesenast, þá er ég nú svona aðeins að galsast. Já. Það við sem erum með kóðana og erum að láta það flæða til ykkar. Já. Við nefnilega, þetta er nefnilega svolítið svona, orðin. Nú, já, ég ætla að sýna þetta svona myndrænt. Orðið tungumál ykkar. Sama hvort það er íslenska, enska, kínverska, hebreska eða hvað það er. Já, þetta er svona, þetta er ákveðið torf. Já, það er það, já. Og þegar við ætlum að ná til eitthvað með kóðana, þegar þið eru tilbúin fyrir ákveðin kóða, því það er alls konar gangur af þessu. Þú fær þennan kóða, þessi fær þennan, misjöfnum tímum, skilurðu? Já. Að þá er þetta að komast í gegnum þetta tákn, þið hafið ákveð svona tákkerfi í ykkur sem tengist einmitt orðunum, þú veist, tungumálunum, og það er bara heilmikið, ég sé þetta bara myndrænt, ég sé bara svona með hrífu að raka mig eftir gegnum þetta, komast, þú veist hvað ég meina, að ég þarf að vera svolítið ákveðin með þetta, til að skýra út fyrir ykkur, hvað er mikilvægt að þið hættið einmitt að hugsa svona mikið. Þá er enginn að segja mig ekki hugsa, þið skiljið. Þið hugsa svo mikið og ekki festast í orðunum og þið vitið vel hvað þetta þýðir. Að því að þetta tengist inn á kóðana. Að svo að þeir nái að flæða til ykkar, svo að nái að taka á móti þeim, að þá ætlið þið bara að gera svona, hvað getur maður sagt, ásetning með ykkur. Já. Ok, ég ætla að segja við ykkur sjálf og inn í hjartastöðun ykkar þá ætla að segja, já, ég er tilbúin að taka á móti kóðanum. Ég er hættur að flækja mig í orðunum. Já, af því tungumálið, það er ákveðið verkfæri fyrir ykkur. En samskiptin við okkur til dæmis og það sem er innra með ykkur, aðra sjálfið og allt þetta fer ekki fram með orðum, sjáðu þetta. Nei, ég veit það. Það er svona, ég sé þetta fyrir mér eins og ég sé bara eitthvað svona, já, ég bara því ég er að reyna svolítið bara að komast að ykkur, þá er ég bara líkuð með svona tæki og tól og er að þú veist, raka mig gegnum svona torf. Já, þið er svo fast með orðin og tákkerfin ykkar byggði upp á orðum. Þetta þýðir þetta og þetta þýðir alls ekki þetta. Bara þetta þýðir þetta. Það er dálítið erfitt að útskýra þetta, en ég held ég sé að góðri leið. Já, mjög. Og þetta. Það er svona þessar föstu hugmyndir
sem að táknkerfin ykkar byggjast á. Já. Já, þetta þessi mótun í jarðlífinu, Já. þessi sagði þetta Mhm. og þá hafði ákveðið þetta að taka það alveg bara sem algildan sannleik. Það þýðir þetta og það er þetta ekki viðeigandi fyrir mig, en það er kannski viðeigandi fyrir hann Sigga, ég veit þetta allt, sko. Já, já, Já. já, já, já. En það sem að gerist, þegar náðu að róa þennan elskulega huga, og það er rökhugsunin, sjáðu til, og heilinn, að þá svona fer þessi orðaflaumur ykkar og táknkerfin aðeins til hliðar líka með heilanum. Já. Já. Og þá sjáuð allt miklu skýrar. Já. Þið náuð að grípa miklu meira. Já, Já. já, já. 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 Við getum sagt að með því að einn einstaklingur nær upp vissi færni, ákveðinni tækni, með að róa hugan, ok, þá getur séð þetta fyrir ykkur myndrænt að, ok, hugurinn, hann er bara svona aðeins á kantinn. Já, hann er fannig frí, sjáu það fyrir ykkur. Já, já. Að já, þá upplifið þið hérna, ok, já, þá finnið þið allt í einu ekki neitt, ok, já, það er óbúslega mikill friður. Hugurinn sem var á kantinum, hann stekkur aftur inn í, þetta getur ekki verið rétt. Já, já. Þetta og gott til að vera satt, ég kannast ekki við þetta. Já, og þá kemur aftur að fyrir að hugsa, ok. Og svo er svona vonandi, já, og það gerist alveg með nýslangu tími, að hugurinn, að næra að setja huginn aftur til hliðar. Já. Það er þá og þetta sem að er takmarkið ykkar. Já. Er að komast þarna. Já. Þessi friður. Og þá þarf maður að vera viti sínu fjær. Já, einmitt. Það er einmitt alveg gott máltæki. Af því það er einmitt þetta. Við erum ansi hrædd við svona út af einmitt mótuninni. Já. Að vera að vita okkar fjær eins og máltæki segir. En það er einmitt þetta að þá gera hlutirnir. Og það er einmitt þarna í þessu flæði þegar heilinn er farin og rökhugsun aðeins inn á kantinn til hliðar, þá náum við að láta alla okkar hæfileika blómstra, listrænu hæfileikana, þá er einmitt þetta að þessu svona tímabili sem við sjáum fólk fara að flæða, fólk sem að allt í einu fyrir að semja tónlist, fyrir að semja ljóð, þú veitir, fyrir að mála. Þetta er þessi listræna orka að fara að flæða. Heilinn er alltaf að berjast við hana, sjáðu til. Já, það er einmitt þegar þessi frægustu listaverk sögunnar og allt þetta hafa komið fram, þá er það einstaklingur sál sem er hent heilanum út um gluggann. Já. Í einhverja, það þarf ekki að vera nema örskot stund, sjáðu til. Já, það þarf ekki að vera í marg ár. Nei, það gerir svo mikið og þið náið að setja næstu hliður örskotstund og svo er það þannig að því þetta er þróun eins og allt. Svo náið alltaf að kyrra lengur. Kyrra hugan, setja næstu hliður oftar og lengur inn og lengur. Já, þið skiljið. Þetta er þróun eins og hvað annað. Já, og alltaf uppafið. Já. Og ég ætla bara að segja við ykkur þegar þið farin náið aðeins að kyrra þetta krútlega litla heila að þá finnið þessa andakt og þennan frið og þetta svona þennan fasa sem maður segir uppátt ég er. Já. Þið munið ekki heyra þessi orð, þið munið upplifa þetta. Ég bara er. Það er ekki vera óttaslegin. Já, þið eru ekkert, sko þið eru ekkert að tapa áttum, sjáu þið til. Við getum sagt að fyrst þarna er að ná áttum. Já. En þetta er einmitt tengt mótunin ykkar að þið hafi lært að þetta sé öfugt. Já. Og er það ekki réttur skilningur hjá mér af því að nú hefur þú
ansi mikla víðsýni Já. yfir mannlegt eðli. Já, Er ekki sameiginlegt með öllum sem að hafa svona sett mark sitt á heiminn? já, Þeir hafa efast, já, en þeir hafa náð að yfirvinna efann Já. og ákveðið að stökkva út í djúpulegin. akkurat, já, Þannig að það er örugglega enginn sem að er laus við efans því efinn fylgir því að hafa heila og ég er svona nokkuð viss um að þú gerðir ýmislegt mjög merkilegt í þínum jarðvistum. Þannig að þú þekkir þetta að þegar að þér tókst að framkvæma það sem að sem sagt það sem að skipti máli, það er að segja sem að var þér og öðrum til góðs, að þá slepptir rökhugsuninni, já, prufaðir þig áfram, já, tókst áhætt. Já. Já. einmitt, Og það er nefnilega, sko, heilin er mjög góður ef við erum að vinna verkefni sem að við höfum oft gert áður en þegar við erum að reyna eitthvað nýtt að þá er hann ekki til mikils gagns. nei, einmitt, það er alveg rétt. En það er þetta eins og með svo margt að, sko, við getum ekki ítt honum í burtu, sko, Nei, nei. við getum ekki losnað með hann, Nei. en það komum við hérna í jarðlífi til að vera með þennan sæta krúttlega heila, Jú. já, en við leyfum honum að vera þarna á kantinu sjálf. Já. Og hann er ekkert að bögga og hann kannski er að bögga sig, nei, það er efinn, sko, þetta er nú alveg fáránlegt, þetta Jú. rök að styðjast, að þá heyrum við bara í honum, þú veist, hann er þarna á kantinum og við bara þú veist, tölum við hann, já, þú þig bara, það er allt í lagi, ég ætla ekki endilega að hlusta á þig, sko, þú veist, já, þetta, Já. Við getum ekki ítt neinn í burtu, sko. Nei. Sama hvort það er heilinn Já. eða hvað það er. Já. Við bara leyfum við að vera þarna á kantinum en það stýrir ekki lengur. Nei. Það er nefnilega mjög gott að þú komst inn á þetta af því að þegar við förum að forðast kringumstæður, ýta þeim í burtu, þá erum við alltaf að forðast raunveruleikann vegna þess að við þurfum að upplifa alla fjölbreytnina á jörðinni. Já. Og eigum ekki að forðast neitt. Nei, akkur heldur þessi að koma svona oft. Það er af því að við erum alltaf spiritual bypass, þangað til að við loksins lærum að vera það ekki, sko. Já, við viljum, að því að sjáu þið til, þegar við komum úr jarðlífinu á hinum megin, þegar sjáum við alls svo skýrt. Já. Og við erum ofboðslega, það er svo mikið svona drifkraftur í okkur, þú veist, sálinu bara, það er svo mikið drifkraftur þarna. Hún efast nú aldrei sig, sálina. Nei. Og svo, nú ætlum ég að taka þetta og dembi sér inn í jarðlífið. Já. Og þá við setjum hérna huluna yfir okkur og þetta, sko, mismiklar og mislengi að vinna okkur út, sko. Það er þetta, sko, að því að skýrleikinn er einmitt það sem ég segja. Skýrleikinn er án heilans. Ok. Já. Það er svona að sjá svo skýrt þegar við erum í heiminum andans. Einmitt. Og sjá svo skýrt. Og svo komum við hérna og við vildum koma hérna. Og við erum með þetta heilakrút. Já. Og þess vegna, sko, er þetta komum við hérna og vitum ekki okkar rjúkandir á hvað er að gerast með við erum opaslega föst í okkar rökhugsun, svona á fyrri stigum, svo fyrir þetta á rétta stað, sko. Og það er þetta. Já, þetta var nú kóði. Já, sjáðu þetta var nú kóði. Að nú ætlið þið að fara að rifja upp, ok, þá við séum komin inn og við veldum að koma hérna og vera með hérna krúttlega heila, þá ætlum við að fara að muna núna í skýrleika, muna. Já. Við ætlum að finna skýrleikan aftur. Já. Þá við séum hérna, með líka svitiðun á heilan þar leiðandi. Já. Og þetta er allt kóðar og svo minni ég á frjálsa viljan að þið ráðið hvað þið gerið, hverju sinni. En þetta er bara
möguleikarnir og það bara okkar hlutverk hérna að minna ykkur á hver þið eru og möguleikana. Já, það okkar hlutverk. Okkar hlutverk ekki flókið, það þetta. Að hjálpa ykkur að rifja upp. Já, hjálpa ykkur að rifja upp. Já. Það búin að vera aldeilis viskan hérna hjá okkur og er eitthvað fleira sem að þið langar til að segja við þá sem að hlusta á okkur? Ég nú okkur viss að þig skortir aldrei orðin. Nei. Sko að því að þemaði þetta í kvöld og núna víðsvegar jarðarsviðið, sjáðu til, er þessi upprifjun, remembering, þetta var nú kóði, remembering, að rifja upp, sjáðu til, þá vil ég bara segja, nú þið meðvituð að kóðarnir eru að streyma til ykkar. Það eina sem þið þurfið að gera, það eina sem þið þurfið að hugsa, nota heilann í, að það bara að hugsa kóðar. Kóðar. Já, kóðar. Ekki hugsa meira. Hvernig eru þeir? Hvernig hjálpa þeir mér? Af hverju koma þeir? Bara kóðar. Kóðar. Og þeir nefnilega vekja upp viskuna. Þannig að þeir hljóma stundur svo skrýtnir. Og þá fer maður að hugsa hvaða bull er þetta. Svo er eitthvað sem að svona sækjar á mann. Nei, þetta er ekki bull. Hvað er þetta? Svo allt í einu finnum maður svarið. Já. Einmitt. Það er einmitt stundum notið við. Svona, getur sagt, sko, því talaði orðatorfið þarna. Já. Stundum notið við einmitt ofboðslega svona, setjum saman svona, til dæmis, mjög svona blippaða setningu. Sjá til. Já. Af því að það oft ristir svo djúpt, sjá til, og svona alveg svolítið svona skrítið. Já, lætur maður ekki í friði. Nei, lætur maður ekki í friði. Hvað er þetta? Já. Einmitt. Já, einmitt. Já. Þannig ég vildi bara segja, þið þurfið ekki að hugsa neitt. Bara að vera í meðvitund ykkar, í hjartanu ykkar, að núna streyma kóðar til ykkar að fullu. Já. Og kóðarnir opna kafla. Já. Kafla á viskuna. Já. Viskuna ykkar. Og svo getum við farið svo víða í þetta, því þetta er svona keðjuverkun. Þegar einn einstaklingur nær að opna kafla og kóðinn streymir í gegn, þá er hann að opna viskuna, viskan flæðir fram, viskan fer inn í samvitundina, sjáðu til, ég þarf ekki að segja meira. Þið vitið svarið við þessu. Þið vitið hvað ég er að segja. Já. Það aukst viskan fyrir heildina. Já, eins og allt sem við setjum inn í samvitundina. Já, af því að við erum öll ein og sama sálin. Ég get alveg hugsað mér að sitja hérna og hlusta á þig í allt kvöld. Já, einmitt. Já, ég veit að þú getur það. Já. Og ekki bara það. Ég mun hlusta á þig í allt kvöld og þú veist alveg hvað ég meina. Já. Af því að þú ert ég, þú ert hluti af mér. Já. Það er svo stórkostlegt. Já. Þannig að ef að þér finnst þú vera búin að koma öllu þínu að núna, að þá ætla ég að þakka þér af öllu hjarta fyrir að hafa komið hingað. Ég get kannski ekki sagt mér, gefið þér tíma því að þú þekkir náttúrulega engan tíma í þínu ástandi, en það er nauðsynlegt að sýna alltaf þakklæti og auðmýkt. Og eins og þú gerir svo fallega, af því að
Ég veit alveg hver þú ert og þú veist alveg hvað ég meina. Já, já, Takk. takk sömuleiðis. Takk. Og mér langar til að þakka ykkur kæru áhorfendur fyrir að hafa gefið ykkur tíma til að hlusta á þennan þátt. Af því að ólíkt kaflaopnarunum að þá hafið þið takmarkaðan tíma. En þangað til næst að þá kveð ég ykkur og óska ykkur gleði daga þessa jólarest. Ég bara er nánast orðlaus eftir að hafa setið hérna með þessu mikla meistara. En bara takk kærlega fyrir. Verið bless.